voru ekki margir sem höfðu trú á þessu kannski þegar við förum að tala það. Kári ekki með, Maggi ekki með, en já, bara þvílík endurkoma. Já, við vorum undir vegg og urðum að spilnum voru alltaf rækilega frá honum. Við vorum ekki sáttir eftir seinasta leik og okkur fannst við vorum að vera betri í þeim leik, þannig að við urðum að svara fyrir það. Og jú, Kári ekki með og Maggi ekki með og kannski margir búin að afskrifa okkur, en það bara enn og aftur gríðalegur karakter í þessu strák og einstakur karakter, og ég meina með verið með svona áhrendur að það bara erfitt að vinna. Alveg saman þá liðið sér frábært eins og Haukar. Haukar eru með stórkostlegt lið og það þurfti ekki betur karakter til að leggja á þenni í dag. Eins og segir Haukar með flott lið, allir búin að tala það að þeir séu langsterkasta liðið í deildinni. Nú eru þið búin að spila 3 leiki við þá. Eru þið mikið verri en þeir? Nei, ekki þegar við erum að þessu 100% þá eru við ekkert verri en Haukarnir. Nei, alls ekki, en Haukarnir eru bara rosalega rútineraðir. Þeir eru með 9 titla síðan 2000. Þeir fóru í gegnum úrslitakeppninni í fyrra á þess að tapa leik. Þeir eru bara frábært. Þeir kunna þetta og vita nákvæmlega hvað þetta gengur. Við þurfum þessa geðviki til þess að leggja það og hún var til staðar í dag. En guðmur góðum að þetta er frábært við sem við spila við og þeir eru klárlega langbæstu liðið. Er það ekki búið að fara í tegundar á þér sjálfum að hafa ekki ennþá getað stilt upp þínu sterkasta liði í gegn þeim? Jú, það nei, ekki beint í taugarnar. Þetta er svona vandamál sem er að fást við allan helvítis daginn að púsla þessu saman og mikið meiðslana. Það fylgir þessu og við verðum bara að lifa með því. Heimaleikur næst, það hlýtur að vera, annars að krafa vinnan, en þið eru allt í einu konur í bullandi séns á einum erfiðasta útivelli í landsins í svona kringumstæðum. Já, við setjum kröfu á okkur sjálfa að vinna heima, og ætlum okkur að gera það klárlega. Við fórum í gegnum ótrúlegan rússíbann á mánudaginn síðasta með okkar fólki og það er alveg ótrúlegt en sagt að þáttur við vorum tapaðar, en þá voru okkar fólk bara ekkert svo, auðvitað voru allir sveltir en menn voru ekkert ósáttir af því að menn voru að leggja sig fram. En þá dugðu þau ekki gegn frábæru Haukaliði og það skal dugðu á sunnudaginn. Valsmenn lenti í vandræðum með mannskap og meiðsli. Áttu ekki einhvern gamlan IBF-mann einhverstaðar út í landi til að hella í? Spurningum að hringja Gunnarberg eða Sebastian kannski, ég veit það ekki. Nei, við eigum fullt af ungum strákum sem við bara treystum fyrir verkefninu. Þú sér það verið með strák úr 3. flokki í dag við þessum sem verið að spila frábælega, en þeir fyrir framann inn í vörð. Hann er í 3. flokki, kemur í sókninu og skorar og bara við sækjum þessu ungu frekar en þessa gömlu, þó að ég skilji mjög vel val að ná Jónas Stefánsson. Ég skilji það mjög vel. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta.